Takk fyrir það, Marja. Við erum stödd hérna niður á Græna hatti. Ég með hann Stefán Friðrik hérna og Stefán Jakobsson og Andra Ívar. Stefán Friðrik, hann framleiðandinn, blessaður Stefán. Sæl, sælblessuð. Það ekki búið að vera langt síðan að við byrjuðum að plana þetta, það? Ekki beinlínis, við náttúrulega erum svona búin að hugsa það lengi og oft komið upp svo hugmynd að fara í samstarf við Græna hattinn, sko. En hefur ekki látið verða að því fyrir bara kannski núna, út af því kannski tíman þannig og hann þurfti svolítið að skella í lás, hann Haukur. Þannig að við ákvæmum bara, fyrst að fólk getur ekki komið á Græna hattinn á tónleikar, þá komum við bara með tónleikana til þeirra. Það var svona pælingin. Og þið fáið þann heiður að ríða vaðið. Hvernig tilfinningin að fara að spila á Græna hattinum fyrir engum áhorfendum? Hún sérstök, en við bara gerum það sem gera þarf til þess að lifa af á þessum súru tímum. Og ég fekk líka heiðurinn að spila á næst síðustu tónleikar sem voru á Græna hattinu fyrir lokun, en þetta er svona, ég náðum að tengja þetta fínt. Hvernig planið? Hvað ætlið að spila? Við ætlum að spila öll bestu lög í heimi að vanda. Við höfum haldið þeirri stefnu og verið mjög sjálfum okkur samkvæmir í því. Og svona þetta, við náttúrulega erum lifum og hrærir í tónlist, þannig að þið getið verið vissum að þetta mat sé rétt á því hvaða lög eru bestu lög í heimi. Við vitum það, við erum fagmenn og við höfum komið staðið gegnum tíðina þegar við erum að spila fyrir fólk. Yfirleitt eins og til dæmis á Græna hattinum, þá fólk oft búið að fá sér pínu vín og svoleiðis. Og þeim mun meira vín, það þetta orsaka samband á milli, þeim mun meira vín, þeim mun lélegri tónlistarmegg. Og þá komum við til söguna til þess að halda gæðum tónlistarinnar uppi. Það verður kannski ekki vandamál núna. Það þarf að segja að það verður ef var lítil framíköll og lítið fulla kalla sem vilja heyra Ég komin heim eða Víkingaklappið. En við stöndum við það að taka bestu lög í heimi. Þess vegna fengum við þá til að byrja. Þeir ætla að taka bestu lög í heimi. Hafa standardinn hátt. Það verður erfitt að koma eftir ykkur. Það verður vonlaust. Þetta verður líklega bara einu sinni, sko. Nei. Við getum líka komið bara vikulega og verðum með bestu lög í heimi. Hljóma vel. En hvernig það eiginlega fyrir tónlistamenn núna að svona draga andan þegar það búið að, hvað maður segja, aflýsa flestu þar sem að fleiri með að koma saman 100? Ég ekki bara að segja aflífa. Þetta rosalega, þetta sérstakir tímar. Þetta hefur bara aldrei gerst áður, við erum ekki ennþá búin að ná utan þetta. Það er ekki eins og sér til samtök tónlistarmanna, jú til FIH, en þetta einhvern veginn, þetta bara miklu stærra heldur en hefur verið þurft að taka á nokkuð tíman áður og ég held að það sé bara verið að reyna að skilja aðeins þetta vandamál eiginlega sem blasir við og svona það væri rosa gaman ef einhver gæti aðeins svona séð aumur af sér kannski bara og gefið okkur fullt af pening því að síðast ég tjekka þá vorum við tónlistamenn rosalega duglegir að gefa vinnun okkar það væri rosa fínt að fengi smá tilbaka það væri geggjað. Tekur þú undir þetta? Svo sannarlega og bara já, en ég held að líka væri mjög skemmtilegt að ég reyna að vera svolítið æðrulegs og svona ég á pening núna vegna þess að í svona fyrri hluta marsgikunum var ekki aflýst en svona öllu ofað en það verður mjög svona skringilegt andrúmsloftið svona á sama tíma, já, miðjan apríl segi ég. Það verður mjög áhugaverður tími. Já, núna ætti samkvæmt öllu réttu að vera vertíð. Það ætti að vera í rauninni bara hin jólin. Það eru bara árshátíðir og svoleiðis sem ætti að vera í gangi sem við ættum bara að vera fullu að spila í. Það er einmitt málið. Það er mars og apríl okkar vertíð. Svo sannarlega. Og nóvember og desember. Þannig að þetta er slæmur tími. Þetta kemur upp á slæmum tíma fyrir okkur. En hvernig finnst ykkur svona framtaka í rauninni reyna að koma þá bara með tónleikana heim í stofu ef fólk getur ekki farið út úr stofunni? Það er æðislegt. Það er æðislegt framtak og okkar maður Haukur hefur alltaf verið tilbúin að gera alls konar vitleysu síðan í Egyptastónum og hann á mikið lofskilju og þið hjá N4 líka og það er bara vonandi að þetta skilir sig þannig að ég þurfi allavega aldrei að borga reikninga aftur. Það væri geggjað. Þá er ég bara helviti fínn. Já, þetta var spennandi. Vonandi bara kemst þetta á flug hjá okkur og vonandi bara í hverju viku. Hvað segir Stefán? Já, það er ekki spurning. Við erum búin að heyra í nokkrum tónlistarmönnum sem eru tilbúin að koma. Nú er bara fyrir fyrirtæki að stökkva á vagni svo getur borgað tónlistarmönnum líka fyrir að spila.
Þannig að allir komið vel út úr þessu. Þetta er bara partur af því, það sem við getum gert, að aðeins að létta undir og þetta er ein leiðin, allavega sú leið sem við ákveðum að fara núna. Frábært, og þá bara við hvetjum fólk til þess að fara ekki of langt frá sjónvarpstækjunum og kannski bara rétt. Nei, og horfa á tónleikana á eftir. Já, endilega. Gjörðu svo vel.